Faðir manns sem tók eigið líf vegna spilafíknar kallar eftir meðferðarúrræði fyrir þessa tegund fíknar sem snúist fólk en ekki peninga. Eina hjálpina sem hann sá þar, það var bara að taka sitt líf. Þá var hann laus. Enn hættuástand í hverfi í Ósló þar sem skriður féllu í gær og í dag. Yfir 300 manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Ríkislögreglustjóri keypti þjónustu af fyrirtækinu Intru ráðgjöf fyrir nærri 160 milljónir króna síðastliðin 5 ár. Meðal verkefna var að fara í húsgagnaverslanir, panta gardínur og velja sorpflokkunarílát. Misbrestur er á skattgreiðslum íþróttafélaga vegna launa íþróttafólks og þjálfara í efstu deildum boltaíþrótta að mati ríkisskattstjóra. Forseti ISÍ segir að unnið sé í góðri samvinnu við skattinn. Öngþveiti varð víða á höfuðborgarsvæðinu í dag þegar ökumenn flykktust í dekkjaskipti vegna snjóspár á morgun. Raðir náðu 100 metra og fólk var reiðbúið að bíða daglangt á verkstæðum. Og á verkstæðum hafa menn aldrei séð annað eins. Gott kvöld. Skattpeningar fyrir fjárhættuspil eru blóðpeningar að mati föður manns sem tók eigið líf vegna spilafíknar. Fjölskylda mannsins gagnrýnir úrræðaleysi fyrir þessa tegund fíknar. Fólk komi alls staðar að hálf lokuðum dyrum. Steingrímur Óli Fossberg Andrésson féll fyrir eigin hendi í fyrra eftir að hafa glímt við spilafíkn árabil. Skrifa það í kveðjubréfinu til okkar Hann vill að við lítum á þennan sjúkdóm hjá honum eins og hann sé með 4. stigs krabbamein og það sé best fyrir hann að fá að deyja. Steingrímur eða Steini, eins og hann var kallaður, var 36 ára 2 barna faðir á Eskifirði. Hann starfaði sem sjómaður og smiður, var hjálpsamur, duglegur og greiðvikinn að sögn fjölskyldu hans, en fíknin bar hann ofurliði. Hann sagði þetta bara eins og það sé púki á öxlinni sem hann segir spilaðu, spilaðu, spilaðu. Kæmust ekkert annað að. Hann stundaði spilakassaleik, veðmál og póker á netinu frá árinu 2014. Síðustu 4 ár ævi hans hallaði hratt undan fæti. Þetta fer bara í rauninni úr böndunum. Hann ræður engan veginn við fíknina og ef hann fær pening þá spilar hann því strax og er þar af leiðandi alltaf peningalaus og betlandi peningu, ég meina það er ömurlegt fyrir hvern sem er og þannig að þunglyndið fylgir og lygar og þetta fer bara mjög hratt niður. Í Kveik í síðustu viku kom fram að allt stefndi í að Íslendingar eyddu 36 milljörðum króna á erlendum veðmálasíðum á þessu ári. Fjölmörg erlend ólögleg veðmálafyrirtæki hafi haslað sér völl hér á landi. Með þeim er ekkert eftirlit og þau borga enga skatta hér. Dómsmálaráðherra sagði að erlendar veðmálasíður væru komnar til að vera en tryggja þyrfti eftirlit með þeim og að þær skiluðu tekjum í ríkissjóð. Og þingmenn og aðrir, þeir vilja bara fá skattpening, blóðpening segi ég. Það er eins og þetta snúist peninga, ekki fólk. En við þurfum bara að fá svona fyrir spila fíkla, meðferðarúrræði. Sérfræðingur hjá embætti landlæknis sagði í fréttum okkar í síðustu viku að stjórnvöld þyrftu að setja spilafíkn í sama forgang og aðra fíknisjúkdóma. Vandinn væri falinn og ekki settur til jafns við aðra fíknisjúkdóma. Hjördís segir að fólk í svipuðum sporum og Steingrímur hafi haft samband við þau til að leita ráða. Og maður getur ekkert bent á neitt af því að það er engin úrræði. Steingrímur fór í meðferð til SÁA og hætti að drekka en það hjálpaði honum ekki með spilavandann. Eina hjálpina sem hann sá þar, það var bara að taka sitt líf. Þá var hann laus. Við reyndum að fara með hann til læknis, koma honum inn í geðdeild. Við reyndum hann fór í meðferð. En svo þegar hann var tilbúinn og vildi fá hjálp, þá gat hann ekki farið inn á geðdeild. Það var ekki pláss. Hann gat athugaði eftir helgi, og þá var það bara of seint. Því maður vill ekki einu sinni sínum versta óvini að gangi gegnum þetta. Þetta er bara vonlaus barátta, ef við getum orðað það þannig. Það er ekkert flóknara. Þú kemur allstaðar að, kannski ekki að lokuðum dyrum, en nálægt því, það veit enginn hvað hann á að gera. Því það þekkir enginn en að spilavanda.
Ef þú eða einhver sem þú þekkir glímir við sjálfsvígshugsanir eða sjálfskaðandi hegðun þá má alltaf hafa samband við Pieta-samtökin pieta.is og í síma 552 22 18. Þá hjálparsími Rauða krossins opinn allan sólarhringinn í síma 1717 og netspjall á heimasíðunni 1717.is. Óvíst hvenær rúmlega 300 íbúar fjölbýlishúsa í Ósló sem þurftu að rýma í gær fá að snúa aftur heim. Skriða féll í miðju íbúðahverfi. Skriðan féll við blokkir og nemendagarða við Karl Bernerstorg í Ósló, höfuðborg Noregs, síðdegis í gær. Engan sakaði en 300 til 400 manns þurftu að yfirgefa heimili sín í flýti og voru margir fluttir á hótel. Hættu ástand ríkir enn og því óvíst hvenær fólk getur snúið aftur heim. Jag upplevde en flykt, en stor flykt, fordi det var en lyd som jag inte hörte för. Och det är väldigt skummelt. Det är väldigt en extremt hög lyd. Så jag bara följde flykt. Allt var með kyrrum kjörum í nótt en í morgun varð aftur vart við hreyfingu á jarðvegi og lítil skriða fjall. Áætlað að sumt af óstöðuga grjótinu vegi 20 tonna. Hvordan det nå når du ser dette raset i dagslyset, Johanne? Nei, så det er jo enda mer tydelig hvor stor den svære kampesteinen er. Altså, jeg sa i går at han ligner på størrelse som et lite hus, og det inntrykket står fast i dag. Altså. Og når man ser det, kanskje han har gått litt lenger ut også, jeg vet ikke, men hvis han detter ned, så kan han skade stort. Sérfræðingar rannsökuðu staðinn í dag og búist við niðurstöðum á morgun. Það hefur verið vitað í nokkur ár að þar gætu fallið aurskriður og síðan hefur stórgrýti verið fjarlægt og aðstæður kannaðar árlega. Frá árinu 2018 hefur sami stjórnunarráðgjafinn unnið verkefni upp á samtals 190 milljónir króna fyrir 2 lögregluembætti að frumkvæði Sigríðar Bjarkar Guðjónsdóttir, núverandi ríkislögreglustjóra. Stærsti hluti þessara 190 milljóna vegna vinnu fyrir embætti ríkislögreglustjóra eða 160 milljónir króna frá því að Sigríður tók við embættinu mitt ár 2020 og til dagsins í dag. Síðastliðin 2 ár hefur starfsmaðurinn verið nánast í fullu starfi á háu tímakaupi við að flytja embættið, fara í skoðunarferðir í húsgagnaverslanir, panta gardínur, velja sorpflokkunar ílát, breyta nöfnum á fundarherbergjum og finna stað fyrir píluspjöld. Helgi, þið fjölluðum þetta mál í dag og þessi viðskipti í Speglinum í kvöld. Hvað voruð þið þá helst að skoða? Þetta snýst í raun og veru þetta samningssamband eins og varst að segja frá. Það þetta fyrirtæki Intraráðgjöf sem einsmanns fyrirtæki sem utan stjórnunarráðgjafa sem sérhæft sig í straumlínustjórnun eins og það kallað á íslensku. Sem hefur verið að vinna öll þessi verkefni allan hennan tíma fyrir bæði fyrst lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu og svo ríkislögreglustjóra en það virðist svona eins og smám saman að þetta náttúrulega næri yfir svona tíma en þetta mjög stöðugt en hefur síðustu áreikni verið að aukast mikið. Þetta var ekki verið boðið út, þetta er ekki tekið samkvæmt rammasamningi sem á að versla við og svona eðlið þessara þjónustu farið að vera svolítið annað kannski heldur en sérfræði þjónustan sem verið að kaupa sem á tiltölulega háu tímagjaldi svona miðað við allt og sérstaklega miðað við magnið yfir allan tíma. Það kringum 35.000 kall eða meira með virðisaukaskatt í klukkutíminn og eins og varst að segja þá hefur þetta farið að snúast þessi húsnæðismál svolítið mikið og sem dæmi var held ég núna 2 mánuði núna í vor voru innheimtar 11 milljónir af ríkislögreglustjóra, annars vegar 5 milljónir í apríl og svo 6 milljónir í maí. Og það einfaldlega vegna einhvers sem bara sagt vera neyðarflutningar þegar verið að flytja skrifstofur ríkislögreglustjóra. Og þetta allt á þessu tímakaupi og hérna. En eitthvað vita tengsl þeirra tveggja hvernig var staðið ráningu? Nei, það náttúrulega, í þessu tilfelli þetta náttúrulega ekki ráðning og það aftur það sem maður spyr sig að líka hvort að svona í ljósi þessa sem hefur verið í gangi undanfarið og heilbrigðisráðuneytið hefur til dæmis verið að gera gangskori og fleiri varðandi svona gerviverktöku þegar einhver verktaki fann að vinna og tala nú ekki svona dýr í svona langan tíma, svona mikið
að þá hljóta að vakna svoleiðis spurningar og að því þetta raun og veru ekki starfsmaður sem ráðinn inn, þó við sjáum að bara á númeraröð á reikningunum sem verða að gefa út á ríkislögreglustjóra í langan tíma, þá þetta raun og veru, virðist þetta vera eini kunni fyrirtækisins. Stendur til að skoða þetta eitthvað opinberum eftirlitsstælum? Já, það get ég ekki sagt til núna en að minnsta kosti hlýtur það að koma til greina því að þetta auðvitað minnsta kosti á gráu svæði hvað var þar svona lög og að minnsta kosti anda lagana opinber innkaup þar sem talað allt yfir 20 milljónum með að fara í útboð en að annars skuli allt vera keypt samkvæmt einhverju rammasamningi og þetta fyrirtæki ekki aðallega þessum rammasamningi og í raun viðurkennir ríkislögreglustjóri það alveg í samtali við okkur og það hafi ekki verið farið fyllilega eftir reglum en hefur sínar útskýringar á því en þetta að minnsta kosti svona vekur athygli þó þetta séu þetta ekki og það kannski líka að skrýtna við þetta er áður rataði fréttir og verið gerðar athugasemdir við þetta harðorðar af hálfu ríkisendurskoðanda við það hvernig verið að kaupa ráðgjöf, sérstaklega hjá ráðuneytum og undirstofnunum þeirra þannig að svona í því ljós þetta líka spes. Já, það verður fylgjumst áfram með þessu. Takk fyrir þetta Helgi. Flokkur Javier Milei, forseta Argentínu, hlaut flest atkvæði í miðkjörtímabilskosningum til þings landsins í gær. Litið var á kosningarnar sem prófstein á ánægju með störf forsetans í embætti síðustu 2 ár. Flokkurinn hlaut 40% atkvæða og jók sætafjölda sinn í báðum deildum þingsins. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hafði hótað að afturkalla fjárstuðning við landið ef flokki forsetans myndi ganga illa í kosningunum. Hlutabréfamarkaðir í Argentínu og pesóin, gjaldmiðill landsins, hækkuðu þegar niðurstaðan var ljós. Vanhöld á skattskilum íþróttafélaga vegna launa íþróttamanna og þjálfara í efstu deildum boltaíþrótta eru verulega mati skattsins. 33 íþróttafélög áttu að skila upplýsingum greiðslur í þessum mánuði. Störf í íþróttahreyfingunni að mestu unninn í sjálfboðavinnu. Hins vegar getur verið full atvinna að minnsta kosti hluta ársins að vera íþróttamaður eða þjálfari í efstu deild í fótbolta, handbolta eða körfubolta. Í desember í fyrra segist ríkisskattstjóri í bréfi til íþróttafélaga ætla að taka til nánari skoðunar hvernig skilum íþróttafélaga á staðgreiðslu og tryggingagjaldi sé háttað því hann hefði orðið þess áskynja að misbrestur væri þar á. Þetta nú gert bara í góðri sátt og samvinnu við skattin sem eru þetta líka í og með að sinna leiðbeinandi hlutverki. Í bréfi skattsins í byrjun október segir að athugun á skattskilum íþróttafélaga í janúar til júlí á þessu ári leiði ljós að vanhöld á skilum séu en veruleg. Er pottur brotinn varðandi þetta? Því trúi ég nú ekki. Ég held að við séum öll að leggja okkur fram og viljum hafa þetta í lagi í íþróttahreyfingin og fylgjum þeim reglum eins og þær eru í hvívetna en þetta nú bara hluta því að ráða fram úr því ef þetta ekki skýrt. Greiðslur geta ýmist verið verktakagreiðslur eða launþegagreiðslur. Í leiðbeiningabæklingi sem skatturinn uppfærði á þessu ári segir að vart sé hægt að líta á íþróttamenn sem verktaka. Ganga verði út frá því að þeir íþróttamenn sem þiggi greiðslu frá íþróttafélagi séu launþegar í skilningi skattalaga. Skattamál íþróttafélaga er líka viðfangsefni starfshóps fjármálaráðherra þar sem fulltrúar íþróttarhreyfingarinnar eiga sæti. Skatturinn biður íþróttafélagin sundurliðaðar upplýsingar allar greiðslur til leikmanna og þjálfara í efstu boltadeildunum og einnig biður hann upplýsingar hlunnindi eins og bílastyrki og húsnæðistyrki. Upplýsingunum átti að skila 20. október en einhver íþróttafélög hafa óskað eftir fresti. Þannig að þetta er ekkert í uppnámi starfsemi í íþróttarhreyfingarinnar út af þessum skattamálum? Nei, ég myndi nú ekki segja að þetta væri í uppnámi en ég vil samt segja að auðvitað hrekkur fólk við þegar að mynd er á ábyrgðina því að það er mikil ábyrgð fólkin í því að skila sköttum og gjöldum og við höfum verið að finna fyrir því íþróttarhreyfingin miklu meiri kröfum fagmennsku. Rúmlega 30 demókrati af indverskum og úgönskum uppruna hlýtur flest atkvæði í borgarstjórnarkosningum í New York samkvæmt könnunum. Hann ætlar að setja þak á leiguverð og hafa leikskóla ókeypis. Sá sem leiðir í könnunum er hinn 34 ára gamli Zoran Mamdani sem síðustu ár hefur átt sæti á ríkisþingi New York. Hann skilgreinir sig sem sósíalískan demókrata og á ættir að rekja til Indlands og Uganda. Hann fæddist í Uganda og flutti 7 ára til New York. Það sem helst brennur á kjósendum í borginni er hár framfærslukostnaður.
Fjórðungur borgarbúa býr við fátækt. Meðal kosningaloforða Mamdanis að borgin setji upp matvöruverslanir í hverfum þar sem slíkt vantar, að það verði ókeypis í strætó, kennurum verði fjölgað 1000, takmörk verði fyrir því hve hátt megi verðleggja leiguíbúðir og að öllum börnum standi til boða að ganga ókeypis í leikskóla óháð ráðstöfunartekjum foreldra. Hann hefur beðið lögreglu borgarinnar afsökunar á því að hafa fyrir nokkrum árum tekið undir slagorð mótmælenda að draga úr fjárveitingum til hennar. And I apologize because of the fact that I'm looking to work with these officers, and I know that these officers, these men and women who serve in the NYPD, they put their lives on the line every single day. Mamdani etur kappi við fyrrum ríkisstjóra New York, Andrew Cuomo og Curtis Sliwa, frambjóðanda repúblikana. Cuomo býður sig fram sem óháður eftir að hafa lotið í lægra haldi fyrir Mamdani í forvali demókrata. Samkvæmt nýlegri könnun fengi Mamdani 52% atkvæða, Cuomo 28% og Sliwa 14%. Utankjörfundakosning hófst helgina en kjördagur verður 4. nóvember. So Ron, I think it's time for someone that'll give us something worth fighting for, and it's really exciting to have someone from Queens that I could really feel proud of. I voted for Cuomo because I wanted to go for the experience. I don't want a guy learning on the job. I want a guy with proven track record. I voted for Mamdani. I think that he has a lot of really good ideas for the future of New York, and I feel very hopeful when I hear him talking, so I wanted to make sure that I voted for him. I think he represents a lot of people and what they care about. So. Flogaveik kona sem fær daglega skjáheimsókn á vegum Reykjavíkurborgar segir þar veita sér öryggistilfinningu. Þar fylgst með heilsufari hennar og hún fær félagsskap. Og þá Sæl og blessuð, Olga. Já, sæl og blessuð, Ólöf. Skjáheimsóknir byrjuðu sem þróunarverkefni í COVID-faraldrinum og nú fáum 100 borgarbúar slíkar heimsóknir reglulega, ýmist frá hjúkrunarfræðingum eða almennu starfsfólki og það vegna heilsufars eða félagslegs stuðnings. Heimsóknunum meðal annars ætlað að auðvelda fólki að búa lengur á eigin heimili. Hvað segir í dag? Ég segi bara allt nokkuð gott. Það ekki? Jú. Hvernig gengur lífið? Það gengur bara, já, svona sinn vanagang. Olga hefur fengið daglegar skjáheimsóknir í 2 ár. Þar hún spurð líðan sína, hvað hún hafi haft fyrir stafni og hvað hún hyggist fyrir þann daginn. Og svo það bara spjall líka. Og hvað gerir þetta fyrir þig? Þetta gerir heilmikið vegna þess að þó þetta sé ekki manneskja sem stendur fyrir fram að mig, að þá þetta samtal við manneskju. Og þessar heimsóknir geta skipt sköpum fyrir fólk með ýmsa sjúkdóma sem þarf reglulegt eftirlit. Ég er flogaveik og hef verið það í nokkur ár. Og mjög mikilvægt að það bregðist einhver við ef að ég fæ kast. Og þau geta séð það, hvernig ég tala, hvernig ég bregst, hreyfi mig. Og hefur það gerst í samtali? Það hefur gerst og skipt miklu máli. Þá hægt að bregðast fyrir við og veikindi verða ekki eins hastarleg. Skiptir þetta miklu máli? Mér finnst þetta skipta mjög miklu máli. Mér finnst þetta öryggistilfinning fyrir mig. Reykjavíkurborg kannaði viðhorf þeirra sem njóta skjáheimsókna. 83% sögðu þær auka öryggi sitt á heimilum. 50% sögðu þær bæta heilsu sína, þau væru betur meðvituð eigin heilsu. 79% sögðu þær draga úr einmanaleika og 80% töldu skjáheimsóknirnar veita sér félagslegan stuðning. Maður einhvern veginn áttar sig ekki alveg á því að það sé hægt að eiga svona innihaldsrík og gefandi samskipti í gegnum skjá. En það bara í alvörunni hægt. Og hverjir fá heimsóknirnar og á hvaða ástæðum? Það eru alls konar. Við erum með einstaklinga í eftirliti bara vegna sjúkdóma, hjartabilunar, sykursýki, eftirlit með lyfjum og fleira. Og svo erum við líka bara með einstaklinga sem að búa einir, með lítið bakland, hitta fáa, geta lítið farið út.
Örtröð var á dekkjaverkstæðum á höfuðborgarsvæðinu eftir að fréttist af mikilli ofankomu sem kynnaði vera á leiðinni. Ökumenn tóku margra klukkustunda bið þó flestir með ró. Á verkstæðunum hafa menn aldrei séð annað eins. Svona var röðin hádegisbil í dag í dekkjahúsið í Auðbrekku í Kópavogi. Hún náði nánast heilan hring í kringum verslunarklassan vestast á Nýbýlavegi. Og við gúmmívinnustofuna í Skipholti í Reykjavík var ástandið ekki mikið skárra. Villus að gera. Ég var ekki síðan svona svaka bílröð. Ég vinna 16 ár hérna. Hvað ert þú búin að bíða lengi? Herri, ég mætti 8:30. Þetta eru 3,5 tími. Og hvernig er stemningin hjá þér? Hún er bara fín. Nú gerir maður allt sem maður þurft að gera. Þetta að gera. Það er eiginlega pínuð þannig. Hefurðu séð hana aðeins? Nei, ekki svona rosalega örtröð. En þetta er svona mesta sem ég hef upplifað á 35 árum. Ég er bara í sjokk bara. Það er eitthvað paník. Og hvað þarf fólk að bíða lengi? Ég veit ekki, fólki núna að segja 3 klukkutíma. Á þessi endi það bara er 4 til 5. Það er bara crazy. En það fer nú að koma að þér? Já, það fer að koma að mér. Nú er ég næsti bíl. En ég vorkenni pínuð þeir sem eru akkurat hérna að koma núna. Þegar þeir bíða örugglega 5-6 tíma. Þessi ekki búin að bíða svona klukkutíma. Og það er aldrei langt í það ennþá? Já, held það. Svona alltaf verð hérna í daginn alltaf, skrifstofan í dag. Það er að ringja og skrifa pósta og svona. Þannig að þetta eyðileggur ekkert fyrir þig daginn? Nei, þetta er bara ágætt. Meðan veðrið er svona fínt. Nú útlit fyrir og getur þetta að bíða dálítið mikið í uppbót. Já, ég ætla bara að klára þetta í dag. Og getur þú nýtt tíman eitthvað hérna? Ég er bara að hlusta á fréttirnar. Og er það að spá morgundagsinn sem að rakði hingað? Já, það sé ekki þannig. Viðbúnaðurinn fyrir þessa hríð sem kemur. Það var nú spá, en mér líst ekki að vera bara á sléttum sumardekkjum eða að koma snjór. 3,5 klukktíma var mætt fyrir 8:30 og bílinn er hérna. Og hvað gerður þú meðan þú beist? Heyrðu, ég var bara í símanum í tölvunni og hlusta á útvarpið og það var bara notalegt. Og verður þið hérna fram á nótt? Það sýnir stefninu. Ég held að það var ekki hægt að loka með röðina konu löng í dag. Þetta er opið lengur í dag, það bara, ég veit ekki, ég er ekki bíða til 12 í nótt bara. Takk fyrir. Og svo eru sumir sem fara ekki ferða sinna á 4 hjólum heldur 2. Og á reiðhjólaverkstæðum hefur líka verið mikið að gera. Já, það var nú aðeins byrjað að koma fólk með hjólinn, en heldur betur miðað við spána, þá hefur ansi mikið komið inn í dag. Og hvað er fólk að gera? Er það bara að setja á nagla, er það að fara á okkur svona miklu voldugri dekk? Það er nú aðalega að setja nagla undir hjóli, sko. Svo þetta inn á milli er þá athuga bremsur, gíra og svona snitta hjólinu bara sem þarf að gera fyrir veturinn. Er það veðurspá morgundagsins sem kveikt í þér? Það átti, já. Ég var nú reynda komin á svona þessa skoðun í síðustu viku einhvern tímann. Því að ég er á öðru hjóli líka sem að ég get þá notað á sumardekkjunum, sko. Og skiptir einhver máli hvernig ferðin verður á morgun? Þú munt hjóla? Já, þannig. Já, ef ég fæ þetta úr dekkjaskiptum, sko, þá geri ég það. Alveg hyggilegt að hjóla alla daga ársins. Svona var ástandið á dekkjaverkstæðunum í dag, en ætli það hafi eitthvað breyst, Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður, og hefur veðurspáin breyst? Já, hér í dekkjahöllinni í Skútuvoginum þá er ennþá röð, en ég held að við sjáum hérna fyrir endan á henni sem eru kannski að vinna allan daginn og komast ekki frá og reiða sig þá á dekkjahöllina hér, en það er eiginlega partinn jólalegt hérna, það farið að snjóa og allt saman, en ég veit ekkert veðurspána. Katrín Nagla, þú veist nú eitthvað það. Hvar mun snjóa? Já, það byrjaði að snjóa á suðvesturhorninu og verður snjókomu með köflum sunnan og vestanlands í nótt og á morgun, og svo gera spá ráð fyrir að bæti talsvert í ofankomu einmitt á suður og vesturlandi seint á morgun. Er þetta mikill snjór eða bara svona sem bráðnar á yfirborðinu? Þetta getur verið mikill snjór. Það er áfram svolítil óvissa í spánum. Þetta er snúin staða. Við vitum að í þessari veðurstöðu þá getur snjóa rosalega mikið staðbundið, og þannig að við getum séð 20 cm af snjó á höfuðborgarsvæðinu, en það er ennþá svolítið óljóst hvort það verður eða ekki. Já, þannig að það gæti lent út á sjó. Það gæti lent út á sjó ennþá, við verðum bara að fylgjast vel með þróuninni. Fólk er allavega vel undirbúið og þú ætlar að fara yfir þetta betur hérna í veðurfregnunum rétt á eftir, en hér er bara gott að minna á það að fólk sé vel undirbúið fyrir þetta allt, og já,
reyni að búa sig vel líka á morgun og kannski mun eftir endurskinsmerkjunum líka. Já. Takk fyrir þetta, Þórdís Arnljótsdóttir. Veitingastaðnum Shanghai í Pósthússtræti í Reykjavík var lokað öðru sinni í dag. Heilbrigðiseftirlitið hafði áður lokað staðnum en innsiglið hafði verið rofið og starfseminni haldið áfram án heimildar. Lögreglan fór með slökkviliði höfuðborgarsvæðisins og heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur í eftirlit og lokaði staðnum vegna matvælaöryggis en gerðar voru athugasemdir við bæði umgengni og matvæli. Og hvað verður svo í Silfrinu í kvöld, Bergsteinn? Við ætlum að tala efnahagsmálin í kvöld. Hagkerfið hefur orðið fyrir ýmsum búsifjum upp á síðkastið. Sú nýjasta er bilun í verksmiðju Norðuráls í síðustu viku og svo komin upp skrítin staða á húsnæðislánamarkaði. Við ætlum að fara við þessi mál og fleiri með þeim Guðrúnu Hafsteinsdóttur, Ragnari Þór Ingólfssyni, Lilju Dögg Alfreðsdóttur og Kristjáni Þórði Snæbjörnssyni í Silfrinu strax á eftir Kastljósi. Missum ekki að því. Takk fyrir þetta, Bergsteinn. Og í Kastljósi kvöldsins þá verður rætt þær breytingar sem gerðar hafa verið á lánskjörum í ljósi dóms Hæstaréttar í vaxtamálinu svokalla. Það verður rætt við Róbert Færisveit, hagfræðing hjá ASÍ og Gylfa Gíslason, framkvæmdastjóra Jáverks, áhrif á byggingariðnaðinn og heimilin í landinu. En þá er rýnt í persónuvernd á samfélagsmiðlum. Hvað er rétt þegar þeir sem eru nafn- og myndbirtir í hópum á Facebook? Og hvað þýðir að skrifa undir nafnleynd? Og þá skulum við líta á íþróttir. Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta mætir Norður Írlandi í seinni leik liðanna í umspili sæti í A-deild þjóðadeildarinnar á morgun. Glódís Perla Viggósdóttir segir að liðið þurfi að vera viðbúið óvæntum útspilum Norður Írana. Valur bættist í hóp þeirra liða sem hafa rift samningi við þjálfara á tímabilinu og afganskar fótboltakonur snúa aftur á keppnisvöllin eftir 4 ára fjarveru. Þær keppa nú undir merkjum Afghan Women United eftir að Talibanar bönnuðu íþróttaiðkun kvenna. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir andartak. Áður við kveðjum ykkur þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Faðir manns sem tók eigið líf vegna spilafíknar kallar eftir meðferðarúrræði fyrir þessa tegund fíknar sem snúist fólk en ekki peninga. Eina hjálpina sem hann sá þar, það var bara að taka sitt líf. Þá var hann laus. En er hættuástand í hverfi í Ósló þar sem skriður féllu í gær og í dag. Yfir 300 manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Ríkislögreglustjóri keypti þjónustu af fyrirtækinu Intru ráðgjöf fyrir nærri 160 milljónir króna síðastliðin 5 ár. Meðal verkefna var að fara í húsgagnaverslanir, panta gardínur og velja sorpflokkunarílát. Misbrestur er á skattgreiðslum íþróttafélaga vegna launa íþróttafólks og þjálfara í efstu deildum boltaíþrótta að mati ríkisskattstjóra. Forseti ISÍ segir að unnið sé í góðri samvinnu við skattinn. Og öngþveiti varð víða á höfuðborgarsvæðinu í dag þegar ökumenn flykktust í dekkjaskipti vegna snjóspár á morgun. Raðir náðu 100 metra og fólk var reiðubúið að bíða daglangt. Á verkstæðum hafa menn aldrei séð annað eins. Og næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar RÚV.is er uppfærður allan sólarhringinn og það má alltaf senda fréttastofunni ábendingar á fréttir@ruvaf.is. En þessu fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Silfrið. Sigríður Hagalín Björnsdóttir, Valgeir Örn Ragnarsson og Bergsteinn Sigurðsson fá til sín gesti og kryfja með þeim atburði líðandi stundar og pólitískt landslag hverju sinni. Norðurstjarnan